Jæja Rúnar, hörkuleikur, 4-3, frábær skemmtun. Bara fáum við þín fyrstu viðbrögð eftir þennan sigur? Kærkominn sigur, óþarflega stressandi fyrir okkur þjálfarana með við stöðuna sem við vorum komnir í og færin sem við áttum og hefum getað nýtt betur en einhver síður bara frábært að vinna, fara inn í fríi með sigur á bakinu er mjög gott og vera flottir í bæði apríl og maí og verðum á fínu staði deildinni og erum bara virkilega sáttir. Ég meina hvort sem við vinnum 4-1 eða 4-3 það skiptir ekki öllu en það hefði ekki verið minna stressandi fyrir okkur í þjálfarateyminu og það sem voru á bekknum en við reyndum að stýra þessu og gera skiptingar og reyna að hafa áhrif á það, við getum landað þessu og ekki þessu okkur að þakka, ég held að leikmönnum sé alltaf þakka fyrir það að þeir lögðu svo mikla vinnu og við þurftum að gera 4 breytingar á liðinu í leiknum bara til þess að fá ferskari lappir inn og við blikarnir létu okkur hlaupa og við þurftum að hlaupa og þurftum að hafa fyrir þessu. Kenny Tjoppard heldur áfram að raða inn og hann virðist vera með alls frjálsa rullu í sóknarleiknum. Hversu ánægður ertu með hann og þá sérstaklega í sóknarleiknum? Bara gríðarlega ánægður, ég meina hann búinn að vaxa bara inn í þetta hlutverk sitt hér og okkar leikkerfi dálítið svona frjálslynt ef maður fær að orða þannig sko. Við erum út alla völl með marga leikmenn og erum hreyfanlegir og við leyfum honum að fara upp kantinn eða upp miðuna hvernig sem en það alltaf einhverjum sem coverar fyrir hann og þurfa að sjá til þess að skipuleggja varnarleikinn meðan hann farin eitthvað til burtu og menn þurfa bara að hlaupa fyrir okkur aðra og það eru stöðuskipti og þetta eitthvað sem við erum búin að vera að vinna í bara núna í næstu 2,5 ár þannig að við erum bara að verða betri í því sem við höfum verið að gera og það sýnir sig að við séum svona búin að þrjóskast bara við sama kerfið sem er 3 manna vörn eða 5 manna vörn sem menn vilja líta á það og svo erum við bara mjög flottir í að breyta úr vörn sókn, hraðið fram, kraftur í liðinu, við viljum vera powerful lið, viljum sækja mörgum mönnum og fá fyrirgjafir og vera bara kröftugt og skemmtilegt fótbolta að horfa á. Kyle McLachlan fer út af í fyrri hálfleik og sömuleiðis Atli ekki í hóp. Geturðu sagt okkur aðeins frá þessu tveimur? Atli var náttúrulega sparkaður niður í síðasta leik móti Stjörnunni og það högg sem leiddi til rauðaspjalds leikmanns Stjörnunnar gera verkum og hann var bara slæmur í kálfanum eftir þetta og hefur ekki náð sér 100% fyrir þennan leik. Kyle var tæpur, misti náttúrulega af, hvað var það, einhverju leikum daginn og var svo klár móti Stjörnunni. Spilaði 70 mínútur þar, það var alltaf að finna fyrir verkjum og í dag hélt hann bara út í aðeins skemmri tíma en við héldum og ekkert alvarlegt en eitthvað sem við erum sáttir að fara í frí, bæði hann, Atli og þessi strákar sem hafa verið tæpir og mittir fá núna kærkomið frí til að slaka á. Og lokum, þið sitið nú í 3. sæti með 20 stig, er stefnan sett á titilinn eða er það meiri fókus á Evrópubaráttuna? Við erum ekkert að fara að breyta okkur fókus, það er bara næsti leikur og við erum, sem sagði fyrir móti, við viljum reyna að gera betur en við gerum í fyrra, þá vorum við 5. sæti. Lykilatriði númer 1 er að vera í topp 6 og sjá til þess að við getum verið nálægt þessum efstu liðum þegar við komum þangað inn og eigum einhvern séns á að berjast Evrópusæti eða gera betur en fyrra og ef við gerum betur en fyrra þá getum við Evrópusæti en við erum ekkert að hugsa svona stórt og svona langt. Við fókuserum bara á næsta leik, við erum búin að spila vel hingað til en núna kemur 15 daga frí, við þurfum að hugsa vel okkur og æfa vel og vera klárir þegar við byrjum aftur og byrjum á því að fara norður og Akureyri í erfiðan leik þannig að og svo hefur Víkingi eftir líka fyrirfyrir þannig að við erum gríðarlega sáttir með þau stig sem við erum komnir með en við ætlum ekki að fara að slaka á, við þurfum að halda áfram og reyna að taka á þessi baráttu með KR og Víkingur nánast ósigruð þannig að við þurfum að fara sjá hvort að við getum hangið eitthvað í þeim en allavega erum við í fínu stöðu. Takk fyrir.